sjá í kafi án þess að nota sundlirfur. Kristín, ég 47 ára. Ég vil Já, það eru svo fallegar. að Ég heiti Ægir og ég 6 ára. Ég vildi að holla matbræðis eins og nammi. Eins og gulrót. Til ég missi tönn. Til ég get missi tönn og bara eins og nammi. Og svo maður get flogið. Gæti ég það bara flogið núna til bara... Fuglunar. Bara alls konar. Allir fuglunar á Íslandi. Meira sé mörgæsir. Og svo maður get sjá inn í vatni, andast með augunum. Eins og maður í vatni andast og setja á sundlirfur. Já, og ekki með augun. Og maður get andið undir vatn. Og í skýjunum. Bara svolítið eins og uppi, í miðjunni og niður. Bara flytja alls þær. Og svo maður breytist í ofurhetja. Nema bófar. Þá hélt bófarhetjuna löggunar og svo þau teka bófarnar í fangelsi. Ég vildi að heimurinn væri búinn til á trampolín. Ég vildi að grænmeti bræðist á nammi eins og gulrót. Ég vildi að maður geti horfið en þá varstu maður hoppa út í skjána svo hátt. Ég vildi að maður geti flogið. Ég vildi að maður geti andið í kafi. Ég vildi að maður geti sjá í kafi án þess að nota sundlirfur. Ég vildi að maður fengi 50 hverju sekúndu. Ég vildi að hægt til að fara að hlaupa hraðar en flugvél. Ég heiti Guðfinnur Sveinsson og 30, bý í Reykjavík á einu svokallað Íslandi. Ég myndi mér strax að vera í grænni laut innan fossa og birkitré og svona smá hæðir, brekkur, svona bara lækir í kringum mig og birkitrjálykt. Og ég held ég liggi í grasinu. Svo sé ég ekki dagskrá. Og já, á ekkert ógert, sko. Þannig að mér líður mjög frjálsum til að tjá mig og haga mér alveg bara, eins og ég vil. Þess að haldi í mig. Ég held þessi staddur í liggjandi í grasi, grænu grasi með læki og tré og bláan himinn. 17 gráður, íslenskt sumar, með einhvern sem ég elska og einhvern sem elskar mig. Ég hugsa eða grunnþarfir okkar sem mannfólks, ég held ég séu eitthvað sem við erum allavega öll sameiginlegt. Er að vilja vera elskuð og séð, finna fyrir öryggi með sínum nánustu. Ég held að margt af því sem við gerum
ég held að stundum gleymist þetta, eða við náum ekki að uppfylla þetta fyrir hvort annað og með hvort öðru eða við sjálf og það mikið af neyslunum okkar því sem við gerum sé að fylla upp í, eins og ég myndi vera oft sé að fylla upp í einhver tóm og fyllta væntumþykju eða það vera ekki nóg finnast það og það ætla að verða ríkur eða frægur eða eignast nýföt eða eitthvað Ég upplifi að þannig í heiminum í dag að oft gleymum við þessari grunnþörf okkar til að vera bara elskuð og virt einhvern veginn og svo sjáum við einhvern hegða sér einhvern veginn og við bara hvað vill það sem einstaklingur vilja og hvað vill hann þetta eða hvað hann eitthvað en einstaklingur vill bara einhvern veginn ég held oftast sé grunnþörfin bara að finna fyrir ást og virðingu ef við myndum skilja hvort annað til fullnustu á öllum stundum þá myndum við held ég ná að hafa betur og vera betri hvort annað og það fyrst breyta langflestu í samfélaginu okkar að einhverju hluti. Þessi heimur er heimur þar sem við skiljum hvort annað mannfólkið og dýrin í kringum okkur. Við erum betri að uppfylla þessar grunnþarfir okkar ást og umhyggju og virðingu og skiljum að við sama hvaðan við komum úr hvaða bakgrunni eða menningu eða landi skiljum við að við erum einhvern veginn eigum þessar grunnþætti sameiginlega og virðum hvort annað út af því og komum fram með hvort annað eins og við viljum að koma sér fram við okkur. Þá erum við komin bara í kristilega sálma orð. Ég heiti Kristín, ég er 47 ára og mér finnst mjög gaman að vera til. Það er mitt aðaláhugamál. Mér finnst það mjög magnað og ég held að lífsstarfið mitt fjalli það að vera. Í mínu hugarheimili að þar er engin keppni. Þar mætast ólíkar skoðanir, ólík sjónarhorn og skapar hreyfingu. Og í raun og veru það er allt í boði, það hafa allir pláss til að vera með öll sín sérkenni og undarlegu skoðanir og í þessum heimi þá er flæðið svo mikið að eitthvað óvænt og óþekkt og eitthvað ótrúlegt undur mætir manni í hverju spori. Partur af allri þessari hreyfingu er einhvern veginn svona húmor þar eiginlega ríkjandi og í þessu heimi er húmor og hlátur. Ég veit ekki, það er mjög skemmtilegt í þessum heimi og það er allir einhvern veginn tilbúnir í svolítið stemmingu út af því að óttinn við óþekkta og óttinn við eitthvað sem er hinn er ekki til staðar. Það er einhvern veginn þessi hugmyndum að við erum öll óendanleiki og það er ekkert að óttast. Og það er engin keppni af því að keppni er í raun og veru ekki áhugaverð þegar að það er ekki hægt að keppa í margbreytileika. Ekki nema allir taki þátt í að vera þeir sjálfir og þannig að þú veist, þá er það ekki keppni, það er bara hreyfing. Þannig að það er rosa mikið hreyfing í mínu hugarheimili, mikið gleði út af hreyfingunni, eilíf undrun og óttinn er víðs fjarri. Og við getum ferðast, í mínum heimi getum við ferðast á þess að
fara nokkuð. Við getum farið á hafsbotn eða út í geim og skoða okkur og við getum farið, það hægt að fara að hitta hvaða persónu eða dýr sem maður vill og bara hreinlega spjalla við það og kynnast því. Það í raun og veru engin takmörk. Þú getur farið eða þig langar á í einhverja paradís á einhverju strönd, þá bara ferðu. Þú bara ferð af stað og í hugarheimilinu geta allir ferðast, allt sem þeir vilja. Þannig að ef maður vantar orku inn í eitthvað sem að gera í þessum heimi og maður að leita að einhverju ákveðinni stemningu, þá með því kannski bara að loka augunum og fara inn á því, þá getur maður mætt á þann stað, fundið þá orku og jafnvel í hríðarbil af Íslandi orðið hlýtt. Ég veit ekki hvort að andstæðan við húmorinn eða það sem að væri ólíkt húmornum, hvað það hreyfiafl væri, en ég held einhvern veginn að ég væri til í að búa í þessum heimi til að vita hvað sorg væri í honum. En í heiminum mínum, þar mest eiginlega bara húmor og stemming. Ég held eiginlega að óttinn sé svona, ég held einhvern veginn að ef maður tekur óttann burt, á hverju byggist óttinn? Óttinn byggist bara á því að vera hræddur við eitthvað óþekkt eða eitthvað sem maður ræður ekki við. En þegar maður tekur hann burt, að þá einhvern veginn opið. Þá er það að opna fyrir einhvern veginn alla möguleikana sem að búa í töfrunum, sem búa í öllu því sem hefur verið flokkað sem, þú veist, einhverju galdrar eða eitthvað. En leiðum við tökum óttann burt og leyfum, þú veist, þegar ég leyfi mér að ferðast frjálst, að þá allt í einu birtist heimur þar sem að galdrar og töfrar út allt. Það eitt mjög áhugavert við upptökur. Já. Að ég myndi vilja búa í heimi og ég vil búa í heimi þar sem að við gætum öll komið alltaf órit skoðuð að borðum. Eða þú veist, við mætum alltaf órit skoðuð, þannig að það gæti alltaf verið kamera í gangi og maður myndi ekkert pæla í því. Að ég finn alveg að þegar það er komin kamera, að þá ég ekki eins frjáls. Veistu hvað ég við? Þannig að í mínum hugarheimi, já, þá ekki, og þetta er mjög áhugavert, af því að þá komin einhvern veginn, þá eitthvað verið að festa eitthvað og okkur ætti maður að óttast það. Þú veist, mér alveg sama sjálf, sko. En ég bara spáði að ég samt, sko, maður finnur það alveg, eða kamera eða ekki kamera. Að þá einhvern veginn flæðið og allt í einu var ég komin í einhver tal sem að meika enga sens. En bara út af því ég var að tala við einhverja kameru. Og ég tappaði flæðinu mínu. Algjörlega.